En nú er þannig ástætt að það eru margir fattir að spá í jólagjafirnar og fjölmargar verslanir komnar í jólagýrin og mér datt í hug að heyra en sín Önnur Báru hjá Dún og Fiður. Sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Þið eru komin í jólagýrin? Já, þannig. Er það ekki? Er jólin að koma? Jú. Það eru margir, finnið þið ekki svolítið fyrir þessu? Það eru margir fattir að versla svona aðeins fyrir líka? Jú, og það sem meira er að það er töluvert langt síðan í raun og veru. Já. Fólk er fara að hugsa út í hvað að fara að gefa og hverjum annað slíkt, sko. Akkurat. Og ég var einmitt aðeins að kíkja inn á heimasíðunni hjá ykkur. Þið eru búin að vera í þjónustu í nærri því 60 ár. Já, 57 ár. Byrjaði í bílskúrnum. Já. Það er svona eins og að byrja snundur og þið eru búin að vera svona, við getum sagt svona meira og minna í miðbænum á þessum tíma þó þið hafi kannski verið aðeins í 104 hverfinu? Jú, við vorum fyrst í 104 hverfinu. Það var bara ár, eitthvað svoleiðis. Ég var farin niður á Vastík. Já. Og að Vastíknum hérna upp á Laugaveg. Og þið eru búin að vera það lengi á Laugaveginum. Ég held ég muni valla eftir ykkur á öðrum stað, þannig að... Nei. Já, það er nú orðið 15 ár síðan, þetta er fljótt að lífa. Já, hugsa þér. Það er líka gott að geta gengið að búðum á sama stað. Maður veit alltaf hvers maður á að leita. Já. En það er náttúrulega ótrúlega góð þjónusta sem að þið bjóðu upp á og fólk er ofta að leita sér að nýjum sængum og nýjum kottum og ýmsu öðru. Já. Og þið eru nú með gott úrval hvað það var þar. Já, við teljum okkur allavega að vera svo. Við erum náttúrulega með þessa áratuga reynslu í framleiðslu á sængum og kottum og erum líka, fólk er að koma og óska eftir sérpöntunum og annað slíkt og það er það sem við erum að þjónusta. Já. Sömuleiðis að hreinsa sængurnar og kottana, það er líka sem að við erum í og höfum alltaf til gert. Það hefur orðið breyting, einu sinni var þetta alltaf þurrhreinsað og skipti við núna þvoum við dúnin. Þannig það er það sem að við erum í mestu í dag í þjónustunni. Eru margir að kíkja til ykkar með gamla sængur? Svona lippa hans upp á þess? Jú, það eru mjög margir. Koma með sængurna sínar og láta endurnýja að setja nýtt veru utanum og svo eru aðrir sem koma bara til þess að láta þvo sængurna fyrir sig. Já. En við erum náttúrulega líka með sængur og kotta. Það er ekkit það er oft í raun að veru að fólk kemur með kotta kannski einhvers stað milli 5 og 10 ára og heldur hann sig ónýtur og ætla bara að kaupa nýjan. Já. En leið og að búa að þvo hann, bæti í hann kannski 50-100 grömm skiptum þá ertu komið með nýjan kotta. Já, þannig að ef þetta er með góðum dúni þá er það töluvert meir en helmingi minni kostnaður. Er það bara að taka við sængum og kottum frá sem að þið hafið selt eða? Nei. Alls ekki, við tökum mútið öllum sængum og kottum. Við getum loka þá ef við ætlum bara að taka mútið okkar sængum. En þið eru með nokkra gerðir að dún, eða ekki? Jú, við erum með þrjár tegundir að dún. Það er náttúrulega íslenski dúnnin sem er æðadúnnin og síðan erum við með gæsadún og andadún. Okay. 2 tegundir af gæsadún. Ekki gerði heldur 2 flokka. Okay. Þínan, þú veist það sem að er ekstra gæsadút, það er dút sem við köllum snjógæsadút og svo er hinn gæsadútin sem að er nánast alveg hreinn, 85% hreinn dút með 15% engungu örfínu fyrir, við köllum það svanadút. Þannig að þetta er svona, þetta eru 2 vinsælustu sængurnar hjá okkur. Já, þetta var næsta spurningur svona hvaða dútn er vinsælustur? Já, það er þetta ekstra hvíti, ekstra dútnin, snjógæsadútnin og svo kemur svanadútnin þar eftir. Svanadútnin í raun og veru er búin að vera frá upphafi þessi flokkur að gæsadún síðan 1959. Já. Og þá erum við, þú veist, og þegar að dútnin kom í léreftspoka þessum tíma, þá kom logo svani á pokan. Já. Svona var það kallaður svanadún. Akkurat, ég held ég eigi svona svanadúnsæng frá ykkur. Já, alveg örugglega. Rosalega hlý og góð. Já, þetta er sæng sem að var flottasta sængi sem hægt var að fá og eftir æðadúnunum. Já. Og í raun og veru fyrst til að byrja með áður en útflutningu var það æðadún og þá var þetta töluverið dýrari sængur heldur en íslenski æðadúnsængurnar. Já. Sem að gjörbreytti svo leið og útflutningur fór að vera á æðadúnunum, íslenska dúnunum.
En hvað svona vinsælasta jólagjöfin? Það eitthvað breytilegt svona ár frá ári? Það alltaf sæng. Já. Það allavega fólk sem kemur hingað inn. Svo náttúrulega kottarnir líka, auðvitað. Þeir eru líka mjög mikið teknir. Það eru með 3 típur af kottur líka, fyrir utan aðadúnin. Svo eru þið náttúrulega líka með náttúrulega púða og sængufetnaði það ekki líka? Jú, við erum með líka sko, eins og kvöldu barna svæfla sem fullorðið fólk oft tekur og sefur á. Við erum með undirkottar sem 50-90, það skóðir kottar og sérstaklega fyrir fólk sem þarf að hafa hærra undir höfði. Já. Og síðan erum við náttúrulega með rúmföt og við erum með rúmteppi og sloppa og handklæði og svona ýmsar gjafavörur. Fólk út á landi að leita til ykkar og fá senda til ykkar í hreinsun og svoleiðis? Já, það gerir það. Það nauðsynlegt að geta gert það, nýtt góða þjónustu. Já, takk fyrir það. En Anna, bara gaman að heyra í þér. Við náttúrulega erum í skemmtilegu leik með ykkur hérna á Suðurland FM núna. Við hlökkum til að draga út á morgun. Já, klukkan hvað þetta á morgun? Við ætlum að draga út bæði fyrir og eftir hádegi á morgun, þannig að það verður bara gaman. Ok, ég hlusta á ykkur allavega. Það ekki? Með. Glæsilegt, skemmtilegt. Gaman að heyra í þér og segjum bara góða stundir. Já, gjörðu svo vel, takk fyrir. Allt í fína. Já, bless. Það var skemmtilega Anna bara og frábær þjónusta sem þau veita hjá Dúnum Feður og einmitt líka eins og hún sagði, ef þið eru með sæng sem að þið einhvern veginn vitið ekkert hvernig ástandið á, þá að gera prófa að fara til þeirra og gá hvað hægt að gera.